Orkustofnun skortir lagaheimildir og úrræði til að fylgjast með sölu og upprunavottorðum fyrir umhverfisvæna orku frá Íslandi. Salan hefur verið stöðvuð. Orkumálastjóri segir boltann hjá orkufyrirtækjum og þeirra viðskiptavinum. Maður í skotfæravesti skaut 8 manns til bana í úthverfi Dallas í gær. Skotárásir þar sem 4 eða fleiri falla nú orðnar hátt í 200 í Bandaríkjunum þar sem af þessu ári. Fjölga þarf lögreglumönnum allt land að mati varðstjóra á Akureyri. Vopnaburður sé almennt að aukast og hann þurfi oftar að grípa til vopna síðustu örfáu ár en áratugina þar á undan. Heimilislæknar sumir með yfir 2000 skjólstæðinga hver sem langt yfir settum viðmiðum í hinum Norðurlöndunum. 200.000 Íslendingar án heimilislæknis. Loftfimleikar og listsköpun einkenndu borgarlífið í dag. Mörg gripu tækifæri til að gera sér dagamun, hvort sem það var í hengirúmi eða við að krýta kósíhorn. Gott kvöld. Orkustofnun hefur hvorki lagaheimildir til eftirlits með sölu á upprunavottorðum rafmagns né úrræði til að bæta úr stöðu mála ef þurfa þykir. Bent var á það í skýrslu árið 2016 að stjórnvöld þurfti að hafa viðeigandi úrræði til að hafa eftirlit með upprunavottorðum. Orkufyrirtæki sem framleiða græna orku geta gefið út og selt upprunavottorð því til staðfestingar. Sá sem kaupir getur sagst nota græna orku en ekki sá sem ekkert vottorð kaupir. Vísbendingar að íslensk fyrirtæki státi sig af því að nota græna orku á sama tíma og rétturinn til þess seldur úr landi. Bent var á það í skýrslu árið 2016 sem var unnin fyrir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið að tryggja þyrfti að stjórnvöld hefðu skýr úrræði til að fylgjast með útgáfu svokallara upprunavottorða orkufyrirtækja. Nú, 7 árum síðar, virðist vera uppi lagaleg óvissa í málinu. Orkumálastjóri segir að Orkustofnun hafi lengi bent á þessa stöðu. Stofnunin hafi hvorki lagaheimildir til eftirlits eða úrræði til að bæta úr stöðu mála. Við höfum ekki heimildir eins og staðan í dag samkvæmt raforkulögum til að grípa inn í aðstæður sem þessa. Þannig að ég gerir ráð fyrir að eitt af því sem að verði hort sérstaklega á þegar kemur að því að vinna úr tillögum, úrbótatillögum, sé að horfa á það hvernig við getum bæði bætt eftirlitshlutann og elt þær heimildir sem að þarf til að geta gripið inn í. Halla Hrund segir að nú sé boltinn í raun hjá Landsneti, orkufyrirtækjum og þeirra viðskiptavinum. Og það sem að mun gerast næst að þessir aðilar þurfa að skýra ferli sín á milli en einnig mun verða þörf á því að rýna hvernig eigi að styrkja eftirlit og það væntanlega það sem að verður hluti af úrlausninni. Enda held ég að sé vilja allra að umgjörð þessara mála, þessara stóru mála sé sem allra best og allt sé upp á borðum. 8 féllu og 3 til viðbótar í lífshættu eftir skotárás í verslunarmiðstöð í Allen, úthverfi Dallas í Texas í nótt. Hröð viðbrögð lögreglumanns sem var á vettvangi fyrir tilviljun talin hafa bjargað mannslífum. Árásarmaðurinn hóf skothríð leið og hann steig úr bíl á bílastæðinu við verslunarmiðstöðina í Allen og hóf skothríð á fólk sem var þar á gangi. Eins og gefur að skilja, greip mikil skelfing sig. Alls höfðu 15 manns orðið fyrir skoti þegar maðurinn var stöðvaður. Sá sem gerði það var lögreglumaður sem fyrir tilviljum var stattur þarna í öðru útkalli en brást við þegar hann heyrði skothríðina. There's this guy dressed in all black, wearing a vest, has an assault rifle and he's just shooting at people right across. He was at like Francesca's area shooting at people. CNN greinir frá því að maðurinn hafi verið með skotfæravesti á sér. 8 látnir eftir árásina auk árásarmannsins sjálfs, meðal þeirra 5 ára barn. 3 til viðbótar í lífshættu en 4 úr hættu. This is an ongoing active investigation. We've had tremendous local, county and state and federal support and we appreciate that. Joe Biden Bandaríkjaforseti kallaði árásina tilgangslaust ofbeldisverk í yfirlýsingu og fyrirskipaði að flaggað yrði í hálfa stöng í bandarískum stofnunum næstu 4 dagana.
Þetta er önnur skotarásin í Texas á nokkrum dögum. Í þeirri fyrri skaut maður 5 nágranna sína eftir kvartanir yfir skotæfingum hans í garðinum heima hjá sér. Skotarásir þar sem 4 eða fleiri hafa farist hafa verið hátt í 200 í Bandaríkjunum það sem af er ári og hafa ekki verið fleiri frá árinu 2016. Flestir fullorðnir Texasbúar mega eiga byssu án sérstaks leyfis eða þjálfunar. Innan við helmingur landsmanna með skráðan heimilislækni og dæmi að hver læknir sé með yfir 2000 skjólstæðinga. Varaformaður Læknafélags Íslands segir að fjármögnun hafi ekki fylgt verðlagsþróun í landinu og að heilsugæslustöðvar séu sumar komnar að fótum fram. Heilbrigðisráðherra tilkynnti í vikunni að 1,4 milljörðum króna yrði bætt inn í svonefnt fjármögnunarlíkan heilsugæslustöðvar landsins sem fyrsta viðkomustöð fólks í heilbrigðiskerfinu. Varaformaður Læknafélags Íslands segir þetta duga skammt. Það er eitt að segja að það sé settir 1,4 milljarðar inn, en í hvað samhengi er það? Fjármögnun hafi með engum hætti fylgt verðlags- og launaþróun í landinu og fyrra hafi stefnt í allsherjar uppsagnir. Hann segir afleiðingarnar augljósar. Þið sjáuð undanfarin ár hafa lengst biðtímar eftir til dæmis læknatímum og við höfum hreinlega séð stöðvar til miður á hnjánum mönnunarlega séð meðal annars á höfuðborgarsvæðinu því miður. Bið eftir tíma hjá heimilislækni sé frá 2 vikum upp í allt að 2 til 3 mánuði. Það þarf að skoða mönnun miklu betur í landinu. Við erum með samkvæmt nýlegum tölum frá Sjúkratryggingum Íslands, þá eru aðeins 44% Íslendinga með skráðan heimilislækni, 56% rúmlega 200.000 manns eru ekki með skráðan heimilislækni á landsvísu. Hann bendir á að yfir 95% norðmanna séu með skráðan heimilislækni. Þar hafi verið gerð stór rannsókn sem sýnir að læknir sem þekki sína skjólstæðinga lækki tíðni bráðainnlagna alltaf 30%. Þá sé miðað við að hver læknir á hinum Norðurlöndunum sé ekki með meira en 1100 skjólstæðinga. Hér á landi sé staðan önnur. Það eru dæmi á stöðum veit ég það sem heimilislæknar með yfir 2000 skráða. Að mínum mati þyrfti að vera 150 til 200 læknar í sérnámi heimilislækningum til þess að við náum okkar markmiði næstu 10 árin. Við ætlum að hafa einn heimilislækni per 12-1300 manns til dæmis. Hversu raunhæft er það? Það er ansi stór brekka. Þetta er alvarlegt samtal sem að við þurfum öll að eiga, samfélagið, stjórnvöld og við sem vinnum á gólfinu. Nauðsynlegt er að fjölga lögreglumönnum landið allt í takt við aukinn straum ferðamanna. Aðalvarðstjóri Akureyri segir aukinn vopnaburð í samfélaginu einnig þyngja róðurinn á landsbyggðinni. Samkvæmt nýjustu þjóðhagsspá hagfræðideildar Landsbankans má gera ráð fyrir yfir 2 milljónum ferðamanna til landsins á þessu ári. Þeim mun svo fjölga nokkur 100.000 á næstu árum og ná 2,5 milljón 2025. Þetta hefur auðvitað gríðarleg áhrif á samfélagið allt en ekki síst á störf lögreglunar. Ég myndi halda að við þyrftum að vera dálítið mikið fleiri en stundum er þetta svona, við þurfum að hlaupa svolítið hraðar skilurðu en það er ekkert alltaf ásættanlegt að hlaupa bara hraðar. Við þurfum fjármagn í þetta í þennan málaflokk og það ekki setni strax. Árstíðasveiflan í ferðaþjónustunni er mest fjarri borginni. Minni byggðir fyllast af þúsundum ferðamanna og þar finnur lögreglan ekki síður fyrir auknu álagi. Víða vantar ekki bara mannskap heldur er búnaði oft ábótavant á minni stöðum og þegar fólksfjöldinn er slíkur má lítið út af bregða. Til dæmis heitir útslys, það getur alveg gert okkur býsna erfitt fyrir að sinna öðrum málum, það er bara svo í talinu íslensku. Og ofan á ferðamannastrauminn leggst svo annar álagsþáttur, aukinn vopnaburður sem hefur ekki farið fram hjá lögreglunni utan höfuðborgarinnar. Það er einhvern veginn orðið svoleiðis í dag að það er engin maður með mönnum nema að vera með hníf á sér og oftar en ekki er argumentið í því að menn er að verja sig, vilja vera tilbúnir að verja sig. Ég held að þetta sé bara raunveruleiki sem við verum að horfast í augu við og ég hef oftar þurft að vopnast heldur en að bara núna síðustu ár heldur en ég þurft að gera bara 20 ára á undan skilurðu. Íslenskur læknir hefur hannað kerfi sem ætlar að draga mjög úr líkum á að fólk ánetjist sterkum ávanabindandi lyfjum. Hann telur að það gæti meðal annars hjálpa til við að draga úr fjölda tilfella þar sem fólk hefur orðið háð ópíóíðum. Kjartan Þórsson læknir vann á bæklunardeild Landspítalans og ávísaði sterkum verkjalyfjum þegar við átti. Honum fannst eftirfylgni með notkun lyfjanna ábótavant þar sem vitað er að ákveðin hópur fólks ánetjast þeim og verður háður þeim.
Sko, þá erum við að tala einstakling sem að byrja núna á lyfinu eða hann búinn að vera á því eitthvað tíma og við viljum fara að lækka skammtana. Þá veljum við nýjan og bara taka Oxycontin, svona. Segjum núna við viljum hafa meðferðin ef hann 6-8 vikur, 6-8 bara. Þetta eru kannski 20 milligram. Kjartan og samstarfsfólk telur að það hafi vantað góð úrræði til að fylgjast með notkuninni. En síðan gerist það að til dæmis ef að notkunin hún framlengist og fólk á þessu einhvern ákveðin tíma, þá það útsett fyrir því að það geti þróað með sér, það geti ánetjast þessum efnum og þau eru mjög ánabindandi. Og það einmitt þarna sem kerfið sem Kjartan og samstarfsfólk hans eru að þróa kemur til skjalanna. Það hægt að búa til meðferðaráætlun sem auðvelt að fylgjast með annaðhvort í gegnum síma eða tölvu og hægt að grípa inn í ef með þarf. Kjartan hefur átt í samstarfi við heilbrigðisstofnanir hér á landi og í Kanada og innan skamms verður kerfið tekið upp á Nýfundnalandi. Nú ég læknir sjálfur og ég hef séð hvernig þetta virkar í heilbrigðiskerfinu og þetta eitthvað sem við teljum að við getum gert betur og mér sýnist svo að við gætum náð að gera ópíóða uppáskriftir og bensódíazepina vonandi öruggari í framtíðinni og hjálpa þannig fólki. Þak Fjarðabyggðahallarinnar á Reyðarfirði kolryðgað og götótt þannig að það rignir inn í húsið. Bæjarfulltrúi vill að burðarþolið verði skoðað og hvort loka þurfi húsinu við vissar aðstæður. Fjarðabyggðarhöllin stærsta íþróttamannvirki á Austurlandi og var byggð fyrir aðeins 15 árum. Á ekki lengri tíma hefur þakið látið mjög á sjá. Einhverja hluta vegna tærist járnið hratt upp og ryðgar á mun skemmri tíma en búist var við. Svo virðist sem járnið þoli ekki aðstæður í Reyðarfirði en mögulega spennu í járninu að kenna. Ragnar Sigurðsson, bæjarfulltrúi, einn þeirra sem senda börnin sín á æfingar í höllinni. Eins og þakið blasir við okkur núna þá efast ég að styrkurinn í þakinu sé nægilegur gagnvart þeim snjóþunga sem getur safnast á veturnar. Þannig að það alveg atriði sem þarf að skoða nánar hvort að við getum einfaldlega leyft þessu að halda áfram að skemmast með þessum hætti og það komin göt í þakið og það einfaldlega bara að ryðga í sundur. Ragnar telur ólíklegt að hægt sé að fá tjónið bætt vegna galla og sennilega þurfi sveitarfélagið Fjarðabyggð sjálft að bera kostnað af þakskiptum. Í leiðinni væri hægt að einangra þakið og minnka kulda í höllinni. En talið að öll framkvæmdin gæti kostað 300 milljónir króna. Ragnar hefur gagnrýnt meirihlutann í bæjarstjórn fyrir forgangsröðun, meðal annars fríar skólamáltíðir, á sama tíma og viðhaldi fasteigna hafi verið ábótavant. Við þurfum að fara í önnur verkefni áður en við getum farið að huga að verkefni eins og þessu. Því miður þá reksturinn bara einfaldlega það þungur að þetta hús kemst ekki á áætlun. En stendur eitthvað til að skoða burðarþol þaksins og hversu lengi þetta muni hanga uppi? Það blasir bara við og það einsýnt að það þurfa að fara í það í sumar og athuga hvort að það sé óhætt að nota þetta næsta vetur. Ráðherra tæknivæðingar í Danmörku segir fyrirtæki sjálf bera ábyrgð á upplýsingum sem þau láta spjallmennum í té. Danskt sprotafyrirtæki sem nýtir gervigreind hefur sett starfsmönnum sínum skýrar reglur. Fyrirtækið Neurospace var stofnað árið 2019 og starfar á sviði gervigreindar og kóðunar. Starfsmenn nota gervigreind mikið í sinni vinnu, til dæmis spjallmennið vinsæla ChatGPT. En nýja reglur kveða á að ekki megi segja spjallmenninu hvað sem Vi startede egentlig med at sige, at hvis du den information, du deler med ChatGPT, hvis du vil dele med den med en fremmed, jamen så må du også godt skrive det derinde. Ef starfsmenn fara eftir þessu telur Marie að engar viðkvæmar upplýsingar eins og verðmætir kóðar leki úr fyrirtækinu. Det må ikke ske, og det kommer heldigvis heller ikke til at ske i vores organisation. Når så virksomhederne begynder at bruge det, fordi de skal lige lave et resumé af nogle data, jamen så lægger de deres forretningsplaner op i ChatGPT, og den forretningsplan bliver så en del af ChatGPT's grundlag. Det vil sige, at den næste, der beder om at få lavet en forretningsplan, de vil så bruge de samme informationer, som du lige lagde ind. Derfor har vi også brug for en regering, der kommer på banen, fordi det her altså kæmpe stort. Ráðherra tæknivæðingar i Danmörku segir málið ofarlega á baugi. Det et emne, som vi er meget opmærksom på. Virksomhederne og myndighederne, de har altså selv ansvaret for, hvad det for nogle data, de putter ind i en chatbot. Det ansvar kan man ikke tage politisk.
Hátt í 400 manns hafa farist í miklum flóðum í Austur-Kongó undanfarna daga. Miklar rigningar fyrir helgi eru til þess að ár flæddu yfir bakka sína og aurskriður féllu sem eyðilögðu heilu þorpin. Þeir sem slösuðust hafa ekki getað leitað sér læknishjálpar þar sem vatn og aur hafa lokað vegum. Stjórnvöld hafa sent báta með mat til þeirra sem eftir standa. Þjóðarsorg hefur verið lýst í Austur-Kongó á morgun vegna flóðanna. Framkvæmdir vegna tvöföldunar á Reykjanesbraut hefjast í sumar. Kópavogsbúar fá nýjan veg sem tengist Breiðholtsbraut og framkvæmdir hefjast við Ölfusárbrú áður en árið liðið. Alls ver vegagerðin 13,6 milljörðum króna í nýframkvæmdir tengdar vegagerð á þessu ári og öðrum 9,5 milljörðum í viðhald. Verkefnin eru víða land. Á meðal stærstu verkefna vegagerðarinnar tvöföldun Reykjanesbrautarinnar, framkvæmdir við Hvassahraun og í Krýsuvík. Þetta verkefni mun kosta 6 milljarða króna. Af stærri verkefnum má nefna Arnarnesveg og Rjúpnaveg sem á eftir að tengjast Breiðholtsbraut. Það hefjast framkvæmdir við Búðafossveg á árinu, ráðist verður í brúargerð yfir Skálmardalsá og Fjarðarhornsá á Vestfjarðavegi en kostnaður verður 1,1 milljarður. Á Norðurlandi má nefna framkvæmdir á Vatnsnesvegi sem eiga að kosta 700 milljónir. Síðan eru minni verk eins og göng og brú yfir Dimmu og göng og hjólastígar og síðan eru núna jarðvegsrannsóknir í gangi fyrir brú yfir Fossvoginn. Dýrasta framkvæmdin í pípunum þó ný brú yfir Ölfusá sem áætlað að kosta 10 milljarða króna en hvar stendur það verk núna? Já, núna stendur yfir Forval á verktökum. Nú í kjölfarið verður verkið boðið út síðsumars, gerum við ráð fyrir og síðan getur framkvæmdir hafist í kjölfarið. Íbúar nokkurra þorpa á Suður-Spáni hafa þurft að fá sent vatn til sín með vörubílum þar sem vatnsuppsprettur eru þornaðar. Spánverjar búa sig nú undir þurrasta og heitasta sumar í áraraðir. Þessi vatnsbíll í El Piso, 2500 manna þorpi norðan við Córdoba á Spáni. Hann stillir sér upp við fótboltavöllin og þangað koma svo íbúar að ná í vatn. Hasta ahora no me habíamos dado cuenta, yo por lo menos personalmente no me había dado cuenta cuánta agua se necesitaba en una casa, hasta que nos hemos tenido que poner allá en la garrafa, comprar agua y es muchísima agua. Bíllinn þarf að fara á fleiri staði því alls eru 70.000 manns án kranavatns í héraðinu. En el siglo XXI no es normal que pasase esto. Pero bueno, ha pasado y tendremos que ir sufragando las cosas como podamos. Ástæðan sú að vatnsuppsprettan í Sierra de Boyera sem yfirleitt full á þessum árstíma það alls ekki núna. Hitamet hafa verið slegin og ekki hefur rignt í héraðinu mánuðum saman. Que lloviera, que me hace muchísima falta, señor, que llueva. Madre mía, pero a ver. Margir sem treysta á hreint vatn fyrir starfsemi sína þurfa að sækja vatnið annað. Esto es un lío, ¿no? Para mí no es mucho lío, pero por ejemplo yo consumo unos 300 litros de agua. Pero la fábrica de hielo que hay en el Visor consume unos 5.000 litros de agua. Bæjarstjórnin segist ætla að gera ráðstafanir en íbúar hafa áhyggjur. Bueno, estamos quedando sin agua en los pantanos y es que no llueve. Y es que no llueve. Y la situación ahora tenemos agua, pero dentro de un año o 2 años no sabemos cómo nos vamos a ver. Krítarteikningar, hengirúm og sirkuskunstir voru meðal þess sem hægt var að spreyta sig á í borgin í dag. Fjöldi fólks nýtti tækifæri til að njóta lífsins og veðurblíðunnar. Þótt að úrkoma gerði vart við sig stöku sinnum lét fólk það ekki stoppa sig í að njóta veðurblíðunnar víða borg í dag. Hvort sem það var með því að spila strandblak í Nauthólsvík eða fá sér drykk við Austurvöll. Í Elliðaárdalnum voru hinar ýmsu uppákomur tengdar hönnunarmars sem lauk í dag. Meðal annars var hægt að spreyta sig í vísindasmiðju á vegum sirkusins hringleiks. Maður þarf bara að snúa sér hratt og ekki hafa þetta of langt. En heldist ekki vatn út allt? Nei. Þau sem vildu taka sér hlé frá vísindum og sirkuskunstum gátu hvílt sig í hengirúmum. Við erum í banana. Og hvernig fer ykkur í hengirúminu? Vel. Og hvað gerir maður í svona hengirúmi? Rólar og ruggar. Maður getur sofið eða farið eitthvað
Kúra. Í Borgarbókasafninu í Grófinni var boðið upp á loftfimleika og þar var hægt að skoða hugmyndir eða framtíðar húsnæði bókasafnsins. Yngstu gestirnir gátu teiknað sínar hugmyndir framtíð safnsins með krít. Þar litu hinnar ýmsu tillögur dagsins ljós. Ég að teikna kósíhár sem að við og Brandur einn. Og hvað ætlaði að gera í þessu kósíhorni? Við ætlum bara að hoppa á púðum. Ætlaði ekki að lesa bækur líka? Víst. Og hvaða liti ertu að nota í kósíhornið? Bara alla litina. Bara blikan og bláan og grænan og líka gul. Það var veðri, austan og suðaustan gola eða kaldi, súld eða rigning með köflum sunnanlands en þurrt að mestu norðan til. Hiti verður víða á bilinu 8 til 14 stig. Sigurður Jónsson veðurfræðingur, hann fer nánar yfir veðrið næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Gríðarleg spenna var í undanúrslitum Olísdeildar karla í dag þegar IBVF tók á móti FH í öðrum leik liðanna. Leikið var í bestu deildum karla og kvenna í fótbolta og Mjólkurbikar kvenna hélt sömuleiðis áfram. Sóli Margrét Jónsdóttir var í dag Evrópumeistari fullorðinna í kraftlyftingu með búnaði. Sóli aðeins 22 ára og á enn 1 ár eftir í unglingaflokki. Og það var rífandi stemning og óvænt spenna í lokin þegar Tindastóll lagði Val í fyrsta leik úrslita einvígis úrvalsdeildar karla í körfubolta í gærkvöldi. Og áður við kveðum ykkur rétt að renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Orkustofnun skortir lagaheimildir og úrræði til að fylgjast með sölu á upprunavottorðum fyrir umhverfisvæna orku frá Íslandi. Salan hefur verið stöðvuð. Orkumálastjóri segir boltann hjá orkufyrirtækjum og þeirra viðskiptavinum. Maður í skotfæravesti skaut 8 manns til bana í úthverfi Dallas í gær. Skotárásir þar sem 4 eða fleiri falla eru nú orðnar hátt í 200 í Bandaríkjunum þar sem af þessu ári. Fjölga þarf lögreglumönnum allt land að mati varðstjóra á Akureyri. Vopnaburður sé almennt að aukast og hann hafi oftar þurft að grípa til vopna síðustu örfá ár en áratugina þar á undan. Heimilislæknar eru sumir með yfir 2000 skjólstæðinga hver sem eru langt yfir settum viðmiðum í hinum Norðurlöndunum. 200.000 Íslendingar eru án heimilislæknis. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og vefurinn okkar ruv.is er uppfærður allan sólarhringinn. En þessum fréttatíma er lokið. Við þökkum ykkur samfylgdina helgina. Hafið það gott og verið sæl.